En það ekki nóg að eiga tækin og fara til fjalla. Það þarf að gæta öllu öryggi, vera vel búinn og hafa allt saman eins og það á að vera ef eitthvað skildi koma upp á. Við vitum náttúrulega að það ýmislegt sem kemur oft upp á í svona fjallaferðum í vondu veðri og öðru slíku. Það myndband til sem getur leiðbeint mönnum í sambandi við það og við erum með það hér og ætlum að sýna ykkur það. Nú veturinn í nánd og við sleðamenn orðnir eins og spenntir rottubóar að nýta tækin og snjóinn og upplifa þessa stemmingu sem að keyra vélsleða fjöll og hyrnindi. En sleðamennskan ekki bara tóm hamingja. Það ýmislegt sem þarf að hafa í huga þegar menn fara á sleða. Þetta ekki alveg eins og við í umferðinni þar sem við erum svona nokkurn veginn á hindrunarlausri braut. Þetta hálfgert hindrunarhlaup að vera á vélsleða. Það ekkert búið að ryðja braut hérna fyrir framan okkur og það að ýmsu sem þarf að hyggja. Það mjög auðvelt að keyra onni í eitthvað eða fram af einhverju eða á eitthvað. Þannig að það betra að hafa allan varan á og hafa hugan við aksturinn. Þegar við förum á vélsleða þá þurfum við að hafa nokkur atriði í huga. Við þurfum að hafa svona ytri aðstæður, við þurfum að þekkja svæði sem við förum á, reyna að læra að meta hætturnar, sækja okkur þekkingu og reynslu auðvitað. Við þurfum að fara á námskeið og læra að nota þann öryggisbúnað sem við erum að fara með því að félagabjörgunin skiptir höfuðmáli ef við lendum í snjóflóði. Við þurfum að passa okkur á hengjum og alls konar brúnum og umfram allt að fara nú gætilega. Ég heiti Hallgrímur Friðrik og lendi í alvarlegu snjósleðaslysi á páskadag í fjallinu hérna fyrir aftan mig. Þennan örlagaríka dag keyrði ég ofan í gjótu. Mér var hraðað mjög slösuðum til Reykjavíkur með sjúkraflugi en það fyrsta sem bjargaði lífi mínu þennan dag var mikill og góður öryggisbúnaður. Munið að áður en lagt af stað á fjöll að öryggisbúnaðurinn númer 1. Anton Djög og björgunarsveitarmaður og ég ætla að renna með ykkur í gegnum þennan helsta snjóflóðabúnað sem notaður Hér erum við með 3 gerðir af snjóflóðaýlum. Hér eru snjóflóðaskófla og önnur til og snjóflóðastangir. Ýlinn notum við sem öryggistækið okkar. Ef við gröfumst í snjóflóði þá sendir hann út merki þannig að hægt sé að staðsetja okkur og einnig notum við hann til að leita og staðsetja á yfirborði hvar viðkomandi grafinn. Stöngina notum við svo til að finna viðkomandi undir yfirborðinu og skófluna notum við svo til að grafa viðkomandi upp með staðsetninguna á stönginni. Ég ætla að sýna ykkur hérna inni alltaf á pokanum mínum sem ég fer af stað með á sleða. Það hérna, við leggjum áherslu að skóflan sé á pokanum og skaftið og skóflan sé föst á pokanum. Við erum oft með auka skóflur á sleðanum en við þurfum að hafa skófluna fasta við okkur þegar við förum af stað. Og í pokanum síðan, sýna ykkur hérna, það náttúrulega snjóflóðaýlinn sem við setjum á mig áður en fyrir af stað og það mikilvægt að gera hóptest hjá félagunum áður en við leggjum af stað til að tryggja það að allir félagarnir sem að ferðast með þér hafi snjóflóðaýli og hann sé virkur. Ég hér með snjóflóðastöng ofan í pokanum og síðan hef ég hérna auka gleraugu og síðan ég ávallt með grunnbúnaði fyrstuhjálp til að geta bjargað og aðstofa þeim sem við þurfum að hjálpa. Þetta sá grunnbúnaði sem við teljum að við þurfum að hafa á okkur en ekki á sleðanum til þess að við getum komið öðru til hjálpar og bjargar. Í fyrra vor, maí 2012, þá var ég svo ólánsamur að lenda í snjóflóði og berast með í nokkur hundruð metra og grafast, fara á kaf og var í raun bara heppinn að sleppa tiltölulega lítið skaddaður út úr þessu flóði. Ég var reyndar heppinn að ég var með snjóflóðapoka sem ég gat sprengt út og hlutverk hans í raun og veru að auka rúmmáli á mér þannig að ég á að þrýstast upp úr flóðinu þegar það rennur.
Ein viðbót við þennan öryggisbúnað sem við höfum með okkur á fjöllinu eru svona snjóflóða bakpokar sem við getum bætt við, en við erum líka að huga því að pokinn einn og sér, hann kemur ekki veg fyrir við lendum í hættun, heldur hann hjálpar okkur ef við lendum í henni. Þetta er sára einföld notkun og til þess að gera pokann virkan og hafa hann öruggan, þá þurfum við að opna þessa handfang hérna áður við förum af stað og hafa þetta síðan svona til þess að geta gripið í þetta handfang. Og þegar við sprengjum pokann, þá berum við okkur þannig að við rauninni bara tökum í handfangi hér og tósum aðeins í, og það er þetta sem gerist þegar pokinn springur. Það er mjög vinsælt að fara utan brautar og fara á fjöll, hvað sem það eru skíðum eða snjóbrettum. Til dæmis eru svona skíði orðið mjög vinsæl, breið sem að fljóta vel á púðusnjónum. Og það getur verið mjög skemmtilegt og líka hættulegt. Það er líka annað sem maður þarf að hafa í huga þegar maður fer svona út fyrir, að það er að hafa öryggistækin á hreinu. Það er að vera með hjálminn, snjóflóðaýlirinn, svo er maður með snjóflóðastöngina til þess að leita viðkomandi og svo notar maður skófluna til að moka viðkomandi upp. Þetta tryggir betri heimkomu og það er mjög mikilvægt að maður er ekki einn á ferð. Maður er alltaf minnst okkur tveir í hóp. Láta vita ferðum sínum og hafa búnaðinn sem maður þarf að hafa, snjóflóðaýlirinn, snjóflóðastöngina og skófluna. Þrátt fyrir allan það öryggisbúnað sem við höfum og þegar við erum að ferðast, þá þurfum við náttúrulega að beita skynseminni og við þurfum að hugsa upp á okkar eigið öryggi og reyna að fara þær slóðir og það svæði sem við teljum að vera öruggt. Ef við erum í minnsta vafa hættur eða annað, þá eigum við að reyna að haga okkur þannig að við lendum ekki í hættunum og komum heilir heim.